Komið þið sæl og velkomin í Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Þröstur Friðfinnsson sem sveitarstjóri Grýtubakkahrepps. Vertu velkomin. Takk. Það eru kannski ekki alveg allir landsmenn sem átta sig á því hvar Grýtubakkahrepur en fleiri vita væntanlega hvar Grenivík Já, hann hérna við utanverðan fjörðinn á austanverðu og 370 manna samfélag og nyrsti vörður við fjörðinn á austan. En skiptist þá sem sagt sveitafélagið í þá þorp og sveit? Það má segja það, en þetta samt mikil eindrægni og samhugur í fólki. Það ekki áberandi rígur eða slíkt milli þéttbýlis og dreifbýlis. En svona landfræðilega þá það langt sveitafélag? Það nokkuð stort landfræðilega hérna við fjörðinn. Það skaginn norðan við sem tilheyrir að hálfu Grýtubakkahreppi á móti Þingeyjarsveit og hann okkar auðlindi af vissu leyti til framtíðar. En ef við tölum rekstur sveitafélaga almennt það gilda í raun og veru sömu lög og reglur sveitafélög, skiptir ekki máli hversu stór þau eru. Fyrir fámennari sveitafélög að starfa í þessu umhverfi, það getur oft á tíðum verið ansi töff. Já, það áskorun og það eru gerðar meira og meiri kröfur á stjórnkerfinu til sveitafélaga. En á móti kemur að reksturinn og litlu sveitafélaga mörgu leyti auðveldar og einfaldari, það auðveldar að hafa yfirsýn. Og við sjáum það bara í samanburði á tölum milli sveitafélaga þá almennt standa litlu sveitafélagum betur fjárhagslega og rekstrarlega hafa það gengið mörg hver mjög vel. Stóru sveitafélagin eru miklu flóknari og það erfiðar að ná heildar yfirsýn. Það þyngra að breyta stefnunni, það svona erfiðar að bregðast við aðstæðum, þannig að það eru kostir og gallar. En íbúarnir sjálfir, nálægðin þá oftast nær líklega meiri. Fylgist almenni íbúi grannt með rekstrinum? Já, svona býstna og nálægðin eins og segir mikil og aðgengi bæði að kjörnufulltrúunum og framkvæmdastjóranum eða skrifstofunni mjög auðveldur. Það aðgangurinn auðveldur og það mikið samtal á milli. Það má segja að lýðræði sé í rauninni virkast, finnst mér. Þannig eru fólk kosið í sveitarstjórn sem einstaklingar á sínum eigin verðleikum, en það ekki flokkadrættir pólitískt og þetta svona finnst mér að vera hámark lýðræðisins. Þín nálægð við íbúana, það þarf hugsanlega ekki að panta tíma hjá sveitarstjóranum, bara dyrnar opnar. Já, og bara í búðinni og alls staðar. Talandi samskipti eða rekstur sveitafélagana, ríkið setur lög en það fylgja ofta tíðum ekki fjármunir með. Nei, þetta svolítið flókið mál og nú ég bara búin að vera í þessu í 4 ár og það var kannski komið mér hvað mest á óvart. Það samspil ríkis og sveitafélaga. Hvernig ríkið kemur fram, ríkið setur kröfur á sveitafélagin en hins vegar svona ríkið svolítið fer frjálslega með sinn hlut af samskiptunum og það vantar, eins og segir, það vantar oft fjármuni og það ekki bara að vanti fjármuni, það eins og þegar grunnskólinn og málefni fatlaðra fara yfir á sveitarfélögin þá kannski allt í lagi með samningin í upphafi, svo setur ríki bara ný og ný lög þar sem að kröfur eru auknar og kröfur eru auknar og það þarf einbýli eða fyrst sérbýli og einbýli í staðinn fyrir fjölbýli og það verður lausnir sem eru löglegar verða dýrari og þá allt í einu vaknar man upp við það að gleymdist að hugsa fyrir tekjunum með. Hvað segja alþingismenn þá þegar þeir koma í heimsókn, það eru væntanlega reglulega haldnir samráðsfundir og svona, þegar þeir eru að benda á þetta, hvert svarið? Já, það nú kannski ekki alltaf mikið svör og það ósköp auðvelt að segja bara að menn verið bara að standa sig betur í rekstrinum og það kannski, við erum alltaf með sambandi íslenskra sveitafélaga sem í þessum samskiptum við ríkið og það bara mikill slagur, það ekki hægt að segja það öðruvísi. Ég varst sveitarstjóri á síðasta kjörtímabili og það búið að endurráða þig þá til næstu 4 ára. Finnst þér þetta vera ágerast?
Meinarðu þá að... Hafði ríkið sem sagt setji lög og það fylgdi ekki fjármunni með? Nei, það held ég ekki. Það nú er ríkið líka búið að setja lög að það má ekki setja lög öðruvísi en að kostnaðarreikna lögin og hvað það mun kosta að framfylgja þeim. En það vantar hins vegar svolítið upp á að því sé framfylgt. En þetta samt held ég að þróast í rétta átt meðal annars út af þessu. Áfram peninga, skólakerfið, leikskólinn, grunnskólinn, tónlistarskólinn og allt þetta tekur væntanlega til sín svona bróðurpartinn af kökunni. Hvernig tekst ykkur, hvernig er þjónustunni háttað ef við byrjum þá á leikskólanum? Já, við höfum rekið leikskóla lengi og það bara gengur vel. Þjónustunni, það fá allir leikskólapláss 12 mánaða aldur og bara fínn rekstur á því. Þetta kostar sveitarfélagið. Við höfum stillt gjöldunum í hóf. Við höfum ekki hækkað núna leikskólagjöldin í 3 ár í röð og svona teljum þetta vera svolítið hornstein þess að fá ungt fólk og halda því í samfélaginu að veita góða þjónustu við barnafólk. Það er eins með skólinn, grunnskólinn tekur náttúrulega langstærsta hlutan af rekstri sveitarfélagsins. Það er dýrasti parturinn og það hefur gengið í rauninni býsna vel út frá með skólan. Það hefur verið mjög stabilt kennarlið í þessi 4 ár. Þá hefur alla þurft að auglýsa eftir kennara. Og það er bara mjög sterkur og góður hópur og er að skila mjög öflugum nemendum hér eftir í framhaldsskólana. Hvað með þátttöku sveitarfélagsins í námsgögnum og þýðingu? Já, við erum að skaffa það frítt fyrir nemendur núna í hvort að þetta er annar eða 3. veturinn, ég maður nú ekki alveg, en allavega þá vorum við með fyrirskipunum í það og núna til dæmis í síðustu 2 haust þá hefur verið keyptar skólatöskur líka handa fyrstubekkingum sem að fólk kann vel að meta. Er þetta liður í því að lokka til ykkar ungt fólk og svo líka að halda í unga fólk? Já, má segja það. Samfélögin byggja á því að verða endurnýjun, komi ungt fólk og börn og það er mjög mikilvægt að hlúa að þessum enda. Ég held að það sé algjört lykilatriði svona upp á þróun samfélagsins til framtíðar. En þú segir að það sé lítil endurnýjun í kennarastéttinni. Hvað með leikskólan? Er hann vel mannaður þá líka faglega séð? Það hefur verið erfiðar að fá fagfólk á leikskólan og við erum þokkalega vel sett í dag en það er svona það er erfitt að fá menntaða leikskólakennara, það er bara þannig. En sem sagt að þið séu þá að taka inn börn inn í leikskólan frá 12 mánaða aldri 1 árs, það er nú betur gert heldur en í mörg önnur sveitarfélög. Já, sérstaklega er það athyglisvert þegar það hefur verið talað sameiningar til þess að sveitarfélögin geti veitt góða þjónustu. Að það hefur verið reglulegi frétt vandræði með leikskólamál hjá stóru sveitarfélögunum. En almennt er þetta í góðu horfi hjá þeim litlu. Þetta er svolítið sérstakt. Tala íbúarnir þetta að þetta sé eitt af því sem að er gott við það að búa þá í þessu tilviki á Grenivík að þessi þjónusta sé í boði og sé í góðu lagi? Já, ég held að fólki sé mjög meðvitað þetta og íbúarnir. Og þau kunna meta að sveitarfélagið hefur vilja til að veita góða þjónustu og reyna eins og efni standa til og íbúarnir kunna held ég alveg að meta það. Það finnum við fyrir því. En þetta líka sem sagt að þið takið inn börn svona snemma, þetta þýðir væntanlega það að foreldrarnir komast í að þá fyrr út á vinnumarkaðinn aftur. Já, og auðvitað hlýtur það að fara að styttast í að fæðingarorlofið verði þá 12 mánuðir á móti, það er að segja að það kom ekki þetta gat á milli fæðingarorlofs og leikskóla sem að veldur mjög víða vandræðum á mörgu fólki. En hvað með leikskólagjöldin? Eru þau lægri heldur en landsmeðaltalið? Svo það hefur nú verið að færast undir meðaltalið núna síðustu árin. Eins og ég sagði það hefur ekki hækkað þau núna í 3 ár og ég hugsa sem orðin í lægri kantinum.
En það náttúrulega skiptir sem sagt miklu máli að sveitafélagi sé ágætlega setti fjárhagslega. Þú talar að minni sveitafélög séu jafnvel betur sett heldur en þau stóru. Hvernig þið stödd fjárhagslega? Það bara verið mjög góður rekstur á Grýtubakkahreppi til mjög langs tíma. Þannig að sveitafélagi í rauninni svolítið sérstakri stöðu miðað við mörg önnur og þess vegna hægt að veita góða þjónustu. Hefur sveitafélagið verið rekið með svona hagnaði í gegnum tíðina? Flest árin. Það má segja að 2014 og 2015 lentum við niður fyrir og það var bein afleiðing af gengisþróuninni. 2011, 12, 13 þá þegar króna var mjög veik þá var áræði mjög vel í sjávarútvegi og sjómennirnir okkar höfðu gríðar góða tekjur sem skilaði sveitafélaginu líka mjög góðum skattekjum. En eftir því sem að krónan styrktist og líka til dæmis þegar lokaðist fyrir makrill og síldin á Rússland að þá fjallu umtalsvert launatekjur sjómannanna hjá okkur og þeir vekta það þungt að það fjallu skattekjur sveitafélagsins með og fylgdu ekki þróunin á landinu. Þannig að við lendum niður fyrir þarna tíma en síðan hefur það verið réttu megin síðustu árin aftur, síðustu 2 árin og horfurnar eru bara góðar. En með við þessi orðin að þetta laun sjómanna þau skipti töluvert miklu máli. Það eru nokkuð öflug útgerða fyrirtæki í Grýtubakkahreppi. Já, við erum með 2 mjög gamalgróin fyrirtæki, Frosta og Gjögur. Gjögur má segja að hafi fluttað heimann og að meira stjórnað og meira og minna rekið að sunnan, en svo komu þeir heim aftur fyrir nokkrum árum og að reka frystihúsi á Grenivík mjög myndarlega og þessi fyrirtæki bæði eru með mikið af sjómönnum frá Grenivík á sínum skipum. Frosti gerður út frá Grenivík en aftur Gjögurskipin meira annar staðar og þetta skiptir alveg gríðarlega máli og staðurinn byggist mikið frá þessari sjósókn. Þetta mikil og gömul hefð og ég held að það sé kannski það sem hefur farið illa með marga staði, það þegar þessi hefð rofnar og eitthvað gerist. Þannig að sveitarstjórinn hann fylgist grannt með gengisþróun og fiskverði og öllu því vegna þess að þetta hefur svona mikil áhrif á reksturinn. Í og með, svo hef ég nú ákveðin áhuga á þessum málum líka og hef unnið í sjávarútveginu, þannig að þetta allt tengist allt. Fiskvinnslan, geturðu lagt mat á það hversu öflugur burðarás hún í raun og veru? Þetta eitthvað svona helsta atvinnugrein og svo pluss þá væntanlega landbúnaður. Þetta algjör kjölfesta og það sem kannski mikilvægast að þessi fyrirtæki eru gamalgróin og sterk og ganga vel. Það þetta lykillinn í þessum litlu samfélögum að það séu þar atvinnurekstur sem hefur burði og gengur vel. Það bara spurningu líf og dauða fyrir samfélögin. Umræðan sjávarútveginn, við þekkjum hana og oft á tíðum jafnvel svona öfgakennd jafnvel. Hvernig slær hún þig? Gerir fólk sér almennilega grein fyrir þessu fyrst að hversu, í þessu tilviki sjávarútvegur skiptir heilt samfélag miklu máli? Það þetta misjafnt hvernig menn líta á það, hvað menn gera sér grein fyrir því og eins og við munum á árunum fyrir hrun að þá var svona orðið viðkvæðið að við lifðum frekar á fjármálastarfsemi heldur en fiski og við kannski lærðum eitthvað en mörguleiti erum við svolítið komin á brúnina aftur með þessa hugsun. En þegar maður googlar Grenivík þá sér maður bara mjög fljótt að það hefur verið töluvert í fréttum í gegnum tíðina að Grenivík eigi kvóta. Já, og ég held að það séu margir sem að öfunda Grenivík að því í dag og það þetta að mínu viti þetta mörguleiti heilbrigðasti endinn af kvótakerfinu að kvótinn sé bundinn við staðinn og þetta í rauninni það sem bindur fiskvinnsluna við staðinn að hafa tök á kvóta og það geti margt verið léttara annar staðar ef svo hefði verið haldið á líka. Það voru bæjarútgerðir í flestum stærri bæjum á sínu tíma sem að má alltaf spyrja hvort það hefði verið seldar fyrir raunverði og hvort það hefði verið
betra að eiga eitthvað eftir. Algjör samstaða innan sveitarstjórnar að kvótinn hann sé ekki til sölu? Það held ég. Það mikill einhugur ekki bara innan sveitarstjórnar. Það kemur inn á sjálfstæðismálin líka og sameiningamálin að það mikill einhugur þetta í dag. Það hefur verið kannski deilt í fortíðin stefnu en ég held að það sé orðið tíminn hefur sannað að þetta gengur vel svona. Hinn stóra atvinnugreinin landbúnaður. Já. Við erum með fjölbreyttan landbúnað miðað við hvað það eru þó ekki fleiri bæir því að það náttúrulega bæði sauðfjárrækt, gamalgróin, við erum með nokkur sterk kúabú og síðan kartöfluræktin sem má ekki glemma sem náttúrulega mjög hefðbundin í okkar hreppi. En það þetta sauðfjárræktin í harðri glímu og maður veit svo sem ekki hvert hún raunverulega stefnir, hvernig það endar og nú hefur verið fréttum til dæmis innflutning á kjöti, hann verði meiri og frjálsari og svona mér finnst það kannski ekki alltaf alveg makleg umræðan landbúnaðinn. Það partur af sjálfstæði þjóða að vera sjálfum sér nóg og geta framleitt matvæli og ef við drepum niður okkar landbúnað þá hann ekkert endilega komin í gang á fullu leið aftur. Þannig að ég ekki alveg sáttur við samfélagið heild hvernig það horfir á sauðfjárræktina. Ég get bara sagt það. Og það til dæmis, ef við hugsum bara jólin okkar stærstu hátíð, þá viljum við fá okkar hangikjöt. Það okkar þjóðaréttur og stærstu hátíð ársins. En við sýnum þessari grein ekki þá virðingu sem hún á skilið og við erum ekki að byggja undir að við fáum hangikjöt á næstu öld og fram eftir þessari öld. Og ekkert sjálfgefið sem sagt? Nei, það alls ekki sjálfgefið. En það stendur þá fyrir dyrum að endurskoða búvörusamningana á næstu árum. Þetta hefur verið flýtt öllu saman. Þú nefndir áðan að viðskiptabannið á Rússland, það hafi bara haft bein áhrif á ykkur og svo hugsanlega næstu stjórnvaldsaðgerðir. Allt þetta tengist. Já. Og þetta snýst auðvitað byggðina í landinu og hvort að landið jafn mikils virði þegar byggðin farin. Við eigum eyðibyggðir á landinu og þær þykja sérstakar eins og þær eru en þetta mjög flókin stefna hvar byggðin á að enda og það ákveðið lífsgæði að búa út í náttúrunni nánast og á þessum minni stöðum sem eru ekki í stóru samfélagunum og ég held að þetta sé mikils virði fyrir fjölbreytileikan hjá þjóðfélaginu og hjá þjóðinni að halda byggðinni sem víðast og það mjög stutt í það ef við gefum eftir í þessu. Það þá bara tilvistar réttur Íslands sem þjóðríkis. Við erum ekki rosalega stór á heimsvísu. Við erum bara eins og pínulítið Grenivík í samfélagi þjóðana. En þar viljum við vera maður með mönnum og þjóð með þjóðum. Og það oft svolítið tvískinningur í þessu. Við sjáum ekki að litlu byggðirnar eigi rétt á sér en okkur finnst við vera mjög stór þjóð Ísland og eiga fullna rétt á okkur. Í samstarfssáttmála ríkisstjórnarflokkana byggðamál þar held ég sé bara fyrsta setningin eitthvað á þá leið að flokkarnir vilji að landið allt verði í byggð. Þetta stundum meira svona í orðinna borði? Já, það vandamáli kannski líka að það ekki verið að keyra neina markvissa byggðastefnu í landinu. Þetta eru miklu meira viðbrögð við vandræðum. Og hér áður var byggðastofnun til dæmis að lána út allt land. En það var gjarna þannig að hún var að lána verst settu fyrirtækjunum sem voru komin í vandræði. Og hún var ekki að lána þeim á lágum vöxtum, hún var bara að lána þeim á markaðsvöxtum og jafnvel háum vöxtum. Og þar með var það í rauninni trygging fyrir því að fyrirtækin færu bara í þrot og byggðastofnun lendi í miklum áföllum eins og allir þekkja. Þetta auðvitað í rauninni öfug byggðastofnun því það er verið að keyra þá niður staðina í staðin fyrir upp. Þetta ekki alveg að virka og við höfum ekkert fundið upp neina alvöru byggðastofnun sem að virkar. En hvernig stendur á þessu að við erum þá ekki komin lengra í þessari vegferð heldur raun ber vitni? Við erum bara ekki klárar en þetta. Ég ekki með öll svörin
En ég held hins vegar að ef að það fer að þrengja að dreifðustu byggðunum, þá fer næst að þrengja að byggðunum þar á eftir. Við sáum bara til dæmis á síðustu 20 árum að það var ekkert orðið mjög góð staða á stöðum eins og Húsavík. Norðursýsla, Norðurþingasýsla hefur átt undir högg að sækja og ef ekki hefði komið upp þessi bullandi ferðaþjónusta og síðan núna uppbyggingin á Bakka, þá væri kannski markalínan komin inn á Akureyri. Þetta er alltaf einhverja svona varnalínur sem við erum í staðinn fyrir að við séum með sóknalínur. Þannig að þetta er svona keðjuverkandi áhrif alls. Já. Aðeins meira atvinnulífið í Grýtubakkahreppi. Þið eru svona eitt fárra sveitarfélaga sem að geta státað af því að hafa lyfjaverksmiðju. Já, Farmastika er ekkert stórt fyrirtæki en mjög mikilvægt í okkar samfélagi. Þarna vinna líklega eitthvað í kringum 10-12 manns og fyrirtæki hefur gengið vel núna síðustu árin og þetta er, eins og þú segir, þetta er mjög skemmtileg svona viðbót við þessa hefðbundnu flóru í litlum samfélögum. Á hreppurinn hlut í þessu eða hvernig stóð á því að það var allt í einu bara sett niður lyfjaverksmiðja á Grenivík? Já, það má kannski segja það að hreppurinn á dótturfyrirtæki sem heldur á kvótanum og arðurinn af honum hefur verið nýttur í atvinnuuppbyggingu meðal annars þetta. Og þetta er atvinnuuppbygging sem er að skila og gengur vel. Það er svo sem ekki byggingakrannar margir á Grenivík þessa dagana, en þið hafið verið staðið í því hreppurinn að byggja á undanförnum árum og svo leigja eða jafnvel selja. Já, það hefur verið þannig að við höfum núna á síðasta kjörtímabili byggðum við 6 íbúðir, 1 parhús og núna í apríl þá var flutt inn í 4 litlar íbúðir í Ráðhúsi. Og á móti höfum við verið að selja íbúðir. Það hefur verið svona stefnan að fjölga ekki íbúðum með eigu sveitarfélagsins. Þannig að við höfum selt eldri íbúðirnar á móti og erum svona eftir því sem að færi gefst. Við höfum ekki selt ofan af fólki og við erum alltaf með biðlista en við höfum svona, já það hefur tekist að selja nokkrar íbúður á móti og þannig að þetta er svona vissuleiti sjálfbært kerfið þannig. Hvernig hefur íbúaþróunin verið? Er þetta svona svipað? Þetta hefur verið til svipað til nokkuð langs tíma og þetta er svona 350 til 70 og er með fjölmennasta móti núna með það síðustu 10-15 ár. En það er þrýstingur á að fjölgi frekar, það vantar fólk til starfa. En við erum í sömu stöðu eins og mjög víða út land af húsnæðið er ekki nýtt eins vel og var hér áður. En hvaða tæki hafið þið til þess að liðka á einhvern hátt fyrir og hvetja til þess að fólk fari að byggja? Við höfum kannski helst það tæki eins og fleiri sveitarfélög hafa gripið til að lækka gatnagerðargjöld við nýbyggingar og sveitarstjórn ákvað það í sumar að gera tilraun með það. Það hefur einkaaðilar hafa bara ekki verið fúsir að byggja og það var ákveðið núna í sumar að fella niður gatnagerðargjöld af nýbyggingum við götur sem eru þegar tilbúnar. Núna í 3 ár fram til 2020 og við sjáum hvort það kemur ekki eitthvað út úr því. Það er svona að ég held að sé vaxandi vilji til að byggja og við skulum sjá hvort að það gerist ekki eitthvað í því. Er eitthvað svona alltaf af og til að það sé hringt á kontorinn og spurt út í atvinnumöguleika og íbúðarhúsnæði og svona? Það er reyndar þannig, já. Fólk veit að því að það séu lífsgæði að búa á þessum stöðum og er svona þreifa fyrir sér en við höfum ekki haft mikið svör við húsnæðismálunum síðustu árin þó höfum við verið að byggja þetta. En aðeins svona meira atvinnulífið ferðaþjónustan, hún væntanlega eins og bara víðast hvar landið, hún hefur verið að vaxa hjá ykkur eins og annars? Hún hefur vaxið svona hægar og ég ætla ekki að kvarta yfir því, það er ákveðin kostur. Við búum við það að vera svona aðeins út úr og það er reyndar
ekki bara galli, við getum kannski frekar þá valið okkur hvernig ferðamennsku við viljum fá og hvernig ferðamenn við viljum fá á svæðið. Við eigum ákveðna perlur hérna norðan við eins og við myndist áðan þar sem mjög magna land til gönguferða og skíðaiðkunnar og ýmsar útivistar og þetta ekki mjög þétt setið. Hins vegar á þessum árum sem ég hef verið þá orðið mikil breyting á því að maður fann að sjá ferðamenn nokkuð jafnt og þétt allt árið sem var nú ekki fyrstu 1-2 veturna sem ég var þarna. Hvað með sameiningu sveitarfélaga? Mér svona heyrist nú á þér að Grenivík sé ekkert á leiðinni í einhverja sameiningu? Ekki sjálfviljug og það mikil sjálfstæðisvilji og samfélagið gengur vel og rekstur og sveitarfélagið gengur vel og þá sjá menn ekki ástæðu til sameiningar. Það mikil áróður fyrir sameiningum en það hins vegar ekkert endilega allt leyst með því. Ég veit til dæmis ekki hvort að Hrísey eða Grímsey hefði farnast verið að halda sínu sjálfstæði og verið reynt að leysa málin á þeim grunni eða Raufarhöfn eða Kópasker. Þessi sveitarfélög sem hafa átt undir högg að sækja og hafa runnið inn í stærri sveitarfélög, það eiga áfram undir högg að sækja sem hluti af stóru sveitarfélögunum. Eitt af því sem bindur íbúana væntanlega saman, það fótboltaliðið frá Grenivík, Magni. Já, það nú býsna gaman að því að Magni hefur til mjög langs tíma verið með öflugt fótboltalið og hefur farið núna á síðustu árum upp 2 deildir og leikur í sumar í Inkasso-deildinni og þar á það eftir að vinna þó nokkra sigra í sumarspái. Það nú ekki gengið allt og vel fram að þessu en maður þurfa að fóta sig á nýjum slóðum og liðið í rauninni ótrúlega öflugt í dag. Þú ert bjartsýnn á gengi fótboltaliðsins en svona, heilt yfir þá ég heyrist mér á þér líka svona þokkalega bjartsýnn á bara framtíð sveitarfélagsins. Já, tækifærin mörg sko og við höfum ekki minnst eins og til dæmis á Vaðlaheiðargöngin sem eiga eftir að breyta miklu fleiri hlutum kannski heldur menn hugsa út í dag og ég hef núna þessi 4 ár verið að reyna að koma til dæmis veginum Dalsmynni og Hnjóskadal einhvers staðar inn í umræðinu og á kortið. Hann svona orðið dálítið gamall frá árdaga bara bílaaldar á Íslandi má segja og svolítið gleymdur í kerfinu þegar eftir að Víkurskarðið kom þá hefur þessi vegur svolítið horfið en þegar göngin komin að þá mun þessi vegur fá nýtt hlutverk og öðruvísi þá verður það mjög huggulegur hringur til dæmis hérna frá Akureyri að fara hér austur í gegnum göngin og þess vegna að Goðafossi og niður Hnjóskadal og koma út á Grenivík og í Laufás og inn ströndina. Þetta gríðarfalleg leið og margt að sjá og þarna skapast ný tækifæri. Það alltaf að skapast ný tækifæri og bara það til dæmis að fyrir þá sem að keyra hérna á milli, það fólk sem vinnur á Grenivík sem býr á Akureyri og öfugt sem að keyri daglega á milli og það að losna við umferðina af ströndinni sem mjög þung núna eins og með allri þessari ferðamennsku að hún fari kannski að stærstum hluta genum göngin að það verður nýtt líf fyrir ströndunga og íbúa hér út frá. Við á N4 höldum áfram að fylgjast með Grenivík. Þröstur Friðfinnsson, sveitarstjóri, þakka þér fyrir gott spjall. Takk.